Sport á Suðurland FM. Held ég nú sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það nú komið yfir áfram í körfuknattleikinn og við ætlum að halda áfram að heyra í þjálfurum og leikmönnum, já, sunnurska liðina fyrir undankomandi átök og línunni komið Mate Dalmey, þjálfarar nýlega Gnúbera í fyrstild karla. Heill og sæll félagi? Já, sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Bara mjög gott. Herðu, nú eru þetta blessaða Gnúberlið sem þú varst að segja okkur frá núna í vetur sem voru stofnað árið 2015 á 800 bar konir í fyrstild karla. Já. Hvernig leggst þetta í ykkur? Við erum bara mjög spenntir. Ég held að við séum spenntastir allra í fyrstildinni að fara að byrja. Já. Nei, ég held að við séum spenntastir allra íþróttaliða á Íslandi að fara að byrja. Það er ekki að spyrja því. Nákvæmlega. En já, hópurinn, það náttúrulega var verið að byrta spá í dag á karvan.is. Já. Og já, þið eru bara spánir í neðsta sæti en þið farið hins vegar ekki niður. Nei, við förum ekki niður, þannig að það er engin pressa. Skiptir raun engum máli hvort að maður lendi 7., 7., 8. eða 9. sæti. Það er bara annarkvort kemst í play-offs eða ekkert gerist, sko. Nei. En það má segja það að þið ætlið hins vegar að ekkert að gefa eftir. Þið eru konið hins vegar með Kana í liðið ykkar. Já, við erum konið með toppmann Average Richardson. Já. Mikill lukkupottur sem við duttum í þar. Hann bara, það er ekkert leyndamál, hann bara býr á Íslandi á íslenska konu og var að flytja hingað og er í vinnu bara eins og við einir liðinu og er á svona kannski öðrum fórsveitum heldur en Kanar í hinum liðunum í deildinni þó að hann sé vonandi á pari við og rúmlega það. Það er náttúrulega þannig með hvernig staðan í dag að það sé ekkert lið sem fellur. Hvernig er sá fyrir ykkur því að væntanlega lögðu upp með það ekki að falla úr deildinni? Já, sko við lögum alveg upp með margt, sko. Mér finnst það ekkert leyndamál. Við lögum ekkert eitthvað upp með það að koma upp og reyna enda ekki í 10. sæti. Mér finnst það, ég meina, þetta eru bara strákar eins og við sem erum spilið þessari fyrstdeild og sumir fá einhvern smá pening og eru í betra formi heldur en aðrir og allt það, en þetta er engin töframenn í fyrstdeild. Ég meina, það er Kana-regla, þannig að hvert einasta lið má vera með 1 Kana í úrvalsdeild og það er bara búið að flokka rosalega mikið af góðum leikmönnum úr fyrstdeildinu upp í úrvalsdeild. Og bara, ég held að fyrstdeildin hafi verið töluvert sterkari þegar það voru einhverjir 3-4 útlendingar öllum liðum með Dominos og fullt af mjög góðum íslenskum strákum voru í fyrstdeild til að fá að spila, sko. Núna geta þeir bara labbað inn í fullt af liðum með Dominos-deildinni. Þannig að það svar spurningunni þá breytir þetta kannski smá markmiðum og gefur ykkur bara svona auka peppa, þú veist, ef við stefnum ekki á 5. sæti þá geta menn bara alveg eins bara verið að leika sér í einhverju utan deild, skilur, það skiptir einhver máli þá upp á hvað ertu með, skilur. Ég held að öll liðin stefni á að komast í play-offs, ég held að það sé ekkert lið í deildinni sem er ekki að reyna að komast í play-offs. Nei, en já, þú horfir á bara félagið sjálft, þið eru konur núna í fyrstdeild og hvað væntingarnar, það er náttúrulega eins og þú ert búin að koma inn á, hvernig er búið að ganga hjá okkur, þið náttúrulega áttu kannski ekki vona því að komast allavega upp í fyrstdeild svona upp á þurru? Nei, náttúrulega sérstaðan okkar er að við erum ekki með íþróttahús, við erum í raun ekki með bæjarfélag á bakvið okkur, þó svo að við séum eitthvað að reyna fá einhverja smá styrki frá fyrirtækjum í Gnúberhrepp sem hefur ekkert gengið neitt sérstaklega vel, sko, en
en þú veist, og við tókum okkur gæslu á balli þarna til að fjármagna þetta. Ég meina, aðal challenge fyrir okkur bara að geta fjármagna þetta. Við erum að borga æfingagjöld. Það er mörg lið að borga íslenskum strákum fyrir að spila hjá sér körfubolta. Þannig að þú getur rétt ímyndaðir ástriðuna sem bak við þetta hjá okkar leikmönnum þegar þeir eru að punga út tugum þúsunda á rein vasa til að æfa með þessu liði. Það er svona kannski okkar helsta síðasta gagnvart öllum hinum liðunum. Og mesta áskorunin við að taka þátt í fyrstu deild. Ég meina, við getum ekki fallið, skilur, en við getum farið á hausinn. En já, það er allan að fyrsti leikurinn ykkar á föstudaginn, tímabilið að hefjast núna og já, hvernig líst þér á svona með breytingarna á liðunum og fleira í fyrstu deildinni, hvernig leggst þetta í því? Svona, sérðu fyrir þetta verið tvískipt deild eða geta bara allir unni alla, fyrir utan Gnúberinn náttúrulega, sem geta alltaf unni alla? Við erum búin að spila aðeins við fyrstu deildalið á undirbúningstímabilinu og mér finnst gegnum gangandi kannski að liðin eru með góða 5-6 og ég hafandi svona séð leikmannahópin hjá sumum liðum ég tel mig alveg þekkja svona frekar marga sem eru í körfubolta á Íslandi og þú veist, þegar ég þekki ekki leikmannin sem er númer 6-7 í sumum liðum þá veit ég ekki alveg hvernig breiddin er í þessum hópum. Ég meina, þetta eru 24 leikir og það verður áhugavert ef að 1-2 meiðast hér og þar, þú veist, hverjir fá að spila og hvernig liðin eru þá, sko. En það eru, flest liðin eru með gott byrjunarlið allavega, það er svona sýnist það. Án þess að, ég meina, maður veit svo sem ekkert, þú veist, ég var að lesa Karvan.is spána í dag og ég sá ekkert eitthvað voða miklar ég sá engar bombur vera að detta inn einn staðar í liðin, sko, þú veist, kannski Florian, hann hafi farið í FSU, þú veist, það styrkir þá mikið og gefur svona kannski smá meiri möguleika sóknarlega og þú veist, já, ég meina að fréttin þú veist, að Fjölnir fá 17 ára strák á venslasamning þú veist, það er ekkert hann er búið efnilegur alltaf en ég er ekki búin að sjá neina rosalegar sænum til neinum liðum, sko. En já, deildin sjálf hún náttúrulega leggst vilið og það maður segja, þetta er svolítið svona suðvestudeildin og svo er náttúrulega Fjölnir og Breiðablik. Hvernig horfir þetta fyrir þér svona ef þú horfir á til dæmis já, þið eru náttúrulega í góðu samstarfi það ekki við Blika, af því að þið náttúrulega eru að spila í Reykjavík. Jú, það er ég þjálfaði sjálfur á Breiðabliki einhvern 2-3 ár og svona 3/4 af strákunum, kannski rúmlega helmingurinn eru allir uppáldir í Blikum og við erum, þetta er svona hvað ég að segja, þetta er svona friendly rivalry svolítið þú veist þetta verður alveg svakalega rimmur en ég meina það er fullt af félögum þarna í liðinu og sem sagt strákarnir í mínu liði eiga einhverja vini þarna og ég þjálfaði nokkuð stráka þarna og þekki Lalla mjög vel og andra aðstoðarþjálfara mjög vel og allt það en ég held að það bara kryddið ennþá meira að mönnum langi að taka ákvörðum með öðrum sérstaklega þegar það eru 2 leikir á 10 dögum þannig að ég held að menn ættu bara að stríma þennan landsleik í símanum sínum á rúf.is í stúkunni á föstudaginn eða koma allavega á seinni hálfleik, sko. Já, nákvæmlega. Og já, en svona lokinnan við sleppir. Má búast að því að Gnúber að bæta eitthvað við sig svona fyrir mót? Ég veit það ekki. Nei, ekki þannig, sko. Ef það væri, þá myndi ég ekkert segja frá þér, sko. En fjölbreytnin það sem maður sá allan á samkvæmt Gnúber Basketball Club heimasíðunni hjá okkur
þá eru þið með leikmenn sem eru bara ennþá að stunda hérna ýmsu íþróttir með körfuboltan. Já, við eigum Íslandsmeistara í hástökki. Já. Mjög vandræðilegt að hann hafi ekki ennþá tróðið í leik. Við gerum óspart-stíðna á honum. Já. Já, en svo eru einhverju fleiri í einhverjum íþróttum með það. Nei, ég bara spyrir það, allan að myndi hérna einhverjum karatemeistara og... Jú, hörðu spila smá fótbolta sem var hrunum með fjórudist. Já. Og, já, ég held að það sé ekki fleiri í neinu þannig, sko. Nei, þannig að það er allir rólinn. En já. Annars allir þessi, sko. Nákvæmlega. Matti Dalmi, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Við ætlum að skipta yfir í dómsdeild karla hér innan skamms. Hvar lendir Þór Þorláksson? Við erum að taka viðtalið Einar Árna hér innan skamms. Hvað geta þeir náð langt? Þetta spyrir mig það? Já. Áður en ég sá káarleiki að þá kannski bjóst ekkert við þeim eins sterkum og ég býst við þeim akkurat núna. Þeir litu bara mjög vel út, sko. Svakalega kanna. Ég held að þeir bara komist í play-offs og tapi þar í fyrsta round eða round 2. Svona fer eftir í hvort þeir, þú veist, ná að enda í 4. og 5. sæti. Ég ætla að spá því að þeir lendi í 7. sæti og tapi í round 1. Áttalegust. Bestu þakkir og gangi ykkur vel á leiktímabilinu. Fyrsti leikurinn ykkar gegn Breiðablik. Já, fyrsti leikurinn mútið Breiðablik á föstudaginn og svo ætla ég að nýta tækifærið að mörg þúsund hlustendur hlusti og minna á Fan Night Bingo kvöld á Hard Rock þar sem að þú ætlar að mæta meðal annars á laugardeginum. Stuðningsmanna kvöld. Stuðningsmanna kvöld og bingo og vinningar fyrir næstu 500.000 samtals og þvílík veisla. Það er aldrei lífs. Það veitir ekki að því að ná sér í góða vinninga þar. Nei, við ætlum að fagna það saman. Fyrsta sigri veturans. Deginum áður. Já, gett liðinu sem var spáð á tónum. Já. Já, það er ekkert flóknir. Það er bara hannig. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk, bye. Já, við heldum körfubolta umræðina áfram hér innan skamms. Næsti viðmælandi er Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Þór Þorláksson. Það er nóg eftir. Við erum eftir líka einni að reyna að ná sambandi við FSU og svo er það einni, Ólafur Þór Jónsson, ritstjóri Karvan.is. Far ekki langt. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.